Svona annað mál sem að mér hjartfólgið að gera aðildarfélögin svolítið sjálfstæðari frá móðurfélaginu og ég held að það sé best gert með því að aðildarfélögin fái einhvers konar fjárúthlutun frá móðurfélaginu. Þetta er allt saman hlutir sem að ég hef talað við núverandi meðlimi framkvæmdaráðs og alveg ágæti samhljómur og þarna ætla ég að standa á að vera. Takk fyrir. Já, það eru 10 framboði og það voru ætlaði 2 mínútur á mann en ég mun ekkert vera neitt að stoppa menn af það sem ekkert allir hérna en menn vilja, nema menn fari heftalega mikið fram úr sér eða sínum tíma. Ágúst Bómant ekki hér. Sigurður Ágúst ekki heldur, Rúnar Björn ekki á staðnum, Lárus Vilhjálmsson heill hins vegar allur. Já, ég ætla nú ekki að hafa þetta langt. Ég var ekki hérna í gær en ég ætla nú bara að segja eitt. Ástæðan fyrir því að ég býð mig fram í framkvæmdaráð það að mér hefur alltaf fundist það að vera samfélagsleg skylda fólks að taka þátt í þessu samfélagi, sama hvað það og þannig að öllum félög sem ég hef tekið þátt í, ég hef alltaf talið að skyldu mín að taka þátt og bjóða mig fram alltaf. Og ég hef gert það hér í Pírötum og ég hef stundum verið fenginn til þess að vera í embættum og það hefur bara verið mjög gott. Og ég er tilbúin að leggja mitt af mörkum í framkvæmdaráð, ég tek undir það sem að Árni sagði bara rétt á hana, það er ýmislegt sem þarf að gera og ég held bara að framkvæmdaráð það að vera öflug til því en með ykkur öllum líka. Það er það sem er mikilvægast. Það er það að grasrótin, borgin og þingmenn og aðrir, við stöndum öll að þessu. Þetta er félagið okkar og hreyfingin okkar og við ætlum að gera gott. Þetta voru nú bara 1 mínúta og 7 sekúndur. Vel done. Þegar Kári Gunnarsson ekki á staðnum. Július Blomqvist Friðriksson ekki hins vegar. Daginn, Július ég ætla aðeins að finna smá pistil sem ég hripaði gær, þannig að það gekk ekkert sérstaklega vel. Ok. Já, hérna er þetta. En já, sem sagt, ég skrifaði í gær, hvað ef? Fyrir kvöld fór ég á frambjóðendakynningu í höfuðstöðum Pírata, staðsett í Síðumála 23 í Reykjavík. Hvað var ég að gera þar? Jú, ég bauð mig fram í framkvæmdaráð Pírata og hver frambjóðandi fékk 2 mínútur til að kynna sig. Framkvæmdaráð telur 10 manns og sér almennan rekstur félagsins, undirbúning til sveitarstjórnar og alþingiskosningar, utanumhaldi aðalfundi sem eru haldnir ár hvert og leið miðlar upplýsingum til aðildarfélaga og þá sérstaklega til almenna félagsmanna. Að taka þessi svona hlutur táknar æðimargar flóknar og mjög persónulega spurningar. Hef ég tímann sem þarf í þetta? Hef ég bæði líkamlegt og andlegt þrek sem til þarf? Hver er fórnarkostnaðurinn? Hversu mikið traust liggur raunverulega á bak við framboðið og svo framvegis. Þannig að eftir að hugsa mig vel og andlega þá lét ég slagsnanda og bauð mig fram. Það sem vil ég gera sem meðlimi framkvæmdaráðs er eftirfarandi. Stuðla auknum og betri samskiptum milli aðildarfélaga, meðlima Pírata og sjá til þess að allt gangi sem best fyrir sig. Fara yfir alls konar tækjatól sem Píratar hafa notað í gegnum tíðina til þess bæði að koma sér á framfæri og skipuleggja félagsstarfi. Flakka landi og taka púlsinn, sýna fólki fram á að flokkurinn sé ekki borgarflokkur einn og sér, beina sviðslausunni eins jafnt og mögulegt er á starfseminni sem á sér stað vítt og breitt landi. Skoða leiðir hvernig betur var hægt að halda utan sjálfboðaliða og þeirra vinnu, sjá til þess að þeir séu metnir af verðleikum, nýliðun, hvernig hún fer fram í dag og hvernig mætti bæta hana. Allt þetta er það sjálfsögðu gert í samstarfi við hina 9 aðila sem sitja eða munu sitja í framkvæmdaráði, verð ég gaurinn þar að segja. Yfirleitt á ég tiltölulega auðvelt með að standa fyrir framan hóp og segja eitthvað, stundum eitthvað voða sniðugt og stundum einhverja hreina vitleysu. Þarna eins og var flætti allan línum aðar og er hirðlega fraus. Slíkt gerist, það er besta mál svo sem.
vegna þess að það sem að geta spjalla betur við fólk eftir kynninguna. Þetta bara skiptir mig meðlega miklu máli. Þar af leiðandi vill maður gera hlutina eins vel og maður mögulega getur. Það eina sem ég bið ykkur að gera, eða hafið áhuga, það er að kjósa eftir ykkar eigin samfæringu. Eins og það myndi ég með það mikils sjáir þú mig traustisverðan til að þjóna þér, ykkur rúmum 4.000 meðluma flokksins eftir fremsta megni. Takk fyrir. Þá komið að Jónas Löfdal ekki hér en hún Elín ætlar að flytja okkur orð frá honum. Komið sæl. Ég heiti augnablikinu Jónas Löfdal og bý á Hvanneyri, 36 ára og upprunalega frá Snæfellsbæ og hefur búið víða þar á meðal lengi í Reykjavík. Kynningin hans er mjög ítarleg og ég hveti ykkur til þess að skoða það inn á xpirata.is. Ég ætla að draga það helsta úr. Jónas hefur frá árinu 2015 til 2017 tekið þátt í grasrótarstarfi Pírata ásamt því að sinna formfastari hlutverkum og þótt hann starfi mjög skemmtilegt og gefandi. Og nálgun hans á hugmyndafræðina er meðal annars að efla sjálfsákvörðunarrétt aðildarfélagana, byggja þau upp og styrkja. Áherslur og nálgun, hvað kem ég með inn? Samskipti framkvæmdaráðs við aðildarfélög þurfa að vera traust og einkennast af flæði upplýsinga og fagmennsku. Samskiptaleiðina hafa tímum ekki verið nægilega sterkar vegna ýmissa þátta, nauðsynlegt er að bæta úr því. Fyrir mér skal framkvæmdaráði vera miðlandi og leiðbeinandi allt sem aðildarfélögin hafa greiðan aðgang að og geta treyst. Það þarf að styrkja tengslin við öll félög Pírata og ráðið ætti að vera hér stýriventil sem miðla málum í réttan farveg til að þau fá afgreiðslu. Ef málinu uppfylla ekki tiltekin skilyrði á framkvæmdaráð leiðbeinum næstu skref, þar að segja ef aðildarfélögin svo kjósa. Framkvæmdaráð eru verkfæri allra Pírata, ekki hásæti og hefur alltaf verið í mínum augum. Ég vil sjá breytingar og skipulagi ráðsins og kann að meta þegar talað er að hafa talsmann aðildarfélagana gjaldgenga í kosningum innan ráðsins í einhverri mynd. Hvernig það kerfi myndi virka, teljandi grasrótinni komið á aðkomu félagana. Þó vissulega væri kostur og kerfi væri samræmt og einfalt í uppbyggingu, opnar og gegnsæjar samskiptaleiðir eru málið þar sem greitt verið flæði upplýsinga. Efla þarf nýliðastöðu Pírata og styrkja, hvernig við tökum á móti nýliðum er algjört forgangsmál. Hér var hægt að opna díalóg við félögin okkar og hanna þetta í sameiningu. Það sem að Jónas hefur gert innan Pírata er að vera óháður fundarstjóri framkvæmdaráðs 2015 til 2016, sitja í framkvæmdaráði 2016, staðið ráðningarferli framkvæmdastjóra 2016, skipulagt nýliðafundi og kynningarferð landi 2016, ásamt Bergþóri, stofnandi innanhúsnefndar 2016, setið í fjölmiðlunahóp Pírata, vefsíðuhóp Pírata, umbrot og hönnun fréttabréfs Pírata 2016, mótun lagabreytinga á lagabreytingaþingi, nefndi grasrótar stefnumótunarstarf og hefur sótt fundi frá 2015. Og er eins og er í umhverfisskipulagsnámi við Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þá er það bara Jóhannes Þór Guðbjörnsson sem eftir er. Gjörðu svo vel. Komið sæl, ég er nú ekki með eina fallega ræðu. Ég vissi ekki eins og ég ætti að koma hérna upp og kynna mig. En ég er hérna komið vegna sem ég langar til að reyna að hafa áhrif á framtíðina fyrir börnin mín. Barnabörn, það meira segja barnabörn og ég er húsasmíðameistari og ég var hjá Sjálfsbjörgu nokkur ár sem framkvæmdastjóri og hef sæmilega reynslu af félagsstörfum og mér langar að leggja mína krafta bara til þess að framtíðin verði betri fyrir okkur og börnin. Takk fyrir. Það var kynningu á frambjóðanda lokið. Eins og áður segir þá er
hægt að kjósa á netinu til klukkan 5. Samkvæmt dagskrá og þá er bara eftir áður en úrslit vera tilkynnt klukkan 5 eru önnur mál og þau eiga að vera klukkan 4:30 en það er að spá í hvort við ekki bara að renna okkur í það með samþykki fundarins. Þeir sem eru fylgjandi, ég bið ykkur rétt hönd. Einhver á móti því? Það eru Er þetta móti eða? Nei. Ok, takk. Herðu, það er búið að tilkynna að það eru tvö önnur mál hérna sem liggja fyrir. Annars vegar hún Vala ætlar að segja frá störfum framkvæmdaráðs. Er það ekki? Jú. Og síðan voru tillaga félagsgjöld. Já, ég skal bara rétt að byrja á völum. Já. Komið þið sæl, kæru félagar. Gott að sjá ykkur. Ég heiti Valgerður og ég er búin að vera í framkvæmdaráði síðan í ágúst, eða var það í september? Já, september sem aðalfundur síðasti var. Ég er ein af 2 konum í framkvæmdaráði og verð það vonandi áfram. Því miður bara áfram ein af 2 konum í þessu ráði þar sem að engin önnur kona bauð sig fram núna eða 2 bauð sig fram og dróðu það tilbaka einhver hluta vegna sem mál sem að mér finnst að við öll í flokknum og þessar hreyfingu þurfum að skoða vel. Hver ástæðna fyrir því að konur bjóða sig ekki fram til starfa sem að krefjast þessar ábyrgða eða í þessar ábyrgðastöður eins og í framkvæmdaráði. Það eitthvað sem veldur því og við þurfum að bæta úr því. Sjálf vissi ég ekkert hvað ég var að fara út í þegar ég bauð mig fram í framkvæmdaráð en ég var hvött til að gera það og ákvað að taka slaginn og sé ekki eftir því. Ég er búin að læra alveg ótrúlega mikið af því að vera í framkvæmdaráði. Við byrjum náttúrulega mjög erfiðlega og það tók á að koma inn í þetta ráð við þær aðstæður. Mig grunaði ekki áður en að ég kom inn í það hvað myndi gerast í framhaldinu. En okkur tókst að halda saman og vera 6 áfram í ráðinu og við náðum bara mjög góðum samhljóm innan okkar raða og unnum bara mörg málefni og ég tel okkur að hafa gert það vel og ég ætla að telja upp fyrir hönd ráðsins nokkrar hluti sem við höfum verið að gera síðustu 6 mánuðum. Við fórum vel yfir rekstur hreyfingarinnar. Við tókum eiginlega uppbeygju í þá stefnu sem að hafi verið fyrir. Við reyndum að ramma á ábyrgðarfullan hátt inn það sem býður okkur. Við gerum 3 ára fjárhagsáætlun, þannig að hún dugar út kjörtímabili og mér skilst að við séum fyrsta framkvæmdaráði sem gerir fjárhagsáætlun út kjörtímabilið en ekki bara út kjörtímabil framkvæmdaráðsins. En mér finnst það sem manneskja sem unnið í fjármálum að það bara eitthvað sem mjög mikilvægt og þetta var bara eitthvað sem varð að gera. Það sem kannski stendur upp úr í þessari fjárhagsáætlun að við erum að borga upp skuldir okkar. Við erum að láta aðildafélög Pírata fá fjármagn árlega sem að þau geta ráðstafa eigin vild svo þau þurfi ekki alltaf að vera að sækja fjármagn til okkar fyrir alla litla viðburði og það sem þau þurfa heldur hafi valdi fyrir eigin fjármagni og það til þess að minnka miðstýringu aðildafélaga í flokknum og ég sé að fólk mjög ánægt með það í minni. Ég glöð að sjá það. Við fórum yfir þarfir hreyfingarinnar hvað starfsfólk varðar. Það var gerð könnun á því frá ráðgjafafyrirtæki síðasta sumar. Við höfðum hana til hliðsjónar og þegar ljóst var að við ákvaðum svona út frá því aðeins að endurskipuleggja hlutverk kannski þeirra starfsmanna sem fyrir voru sem voru framkvæmdastjóri og aðstoðarmaður framkvæmdastjóra og ákvaðum að bæta í starfsmannateymið okkar. Við sáum að
okkur vantaði nauðsynlega viðburðarstjóra og kynningastjóra og einhverja sem að halda utanum skilaboð félagsins út á við, upplýsingagjöf til félaga og allra og í kringu viðburð okkar. Eins ákveðum við að breyta starfi aðstoðarmanns framkvæmdastjóra í skrifstofustjóra eftir þeirri þörf sem við sáum þeim verkefnum sem að í rauninni þurfti að sinna hér á skrifstofunni. Og við auðvitað fórum eftir öllum lögum, við auglýstum þessar stöðum. Við vorum með viðtöl hér við 40 eitthvað manns, er það ekki? Í þessar 3 stöður. Það var bara 30 eitthvað manns sem komist í viðtal, en það voru fleiri sem sótt Og ég var ótrúlega ánægð að sjá hvað voru margir tilbúnir og hafði áhuga á að starfa fyrir Pírata. Mér finnst það mjög jákvætt. Það sýnir bara að við erum að gera eitthvað rétt út í samfélaginu þegar að svo hæfir einstaklingar sækjast eftir að starfa hjá okkur. og við náttúrulega erum alveg stórkostlega lánsum með það starfsfólk sem við fengum. Við fengum hérna Berglindi Jónsdóttir til þess að koma inn. Hún er í kynningar málum og er mjög reynd og fær á því sviði. Svo er hann náttúrulega Róbert sem var kosningastjóri okkar síðasta vor, þannig við þekkjum hann vel. Hann er í viðburðarstjórn og í allt í öllu, eins og honum einu með lagið, hann er náttúrulega einnig mjög hæfur. Og svo sótt hann Hans sem var aðstofamaður framkvæmdastjóra einnig sem skrifstofustjóri og eftir að hafa fengið marga hæfa einstaklinga í viðtal þá var það mat okkar að hann væri áfram sá hæfasti í þetta starf og við buðum honum að taka við starfi skrifstofustjóra sem hann þáði. Og ég tel okkur bara vera alveg ótrúlega lánsum með það starfsfólk sem við höfum núna. Þau eru að fara að vinna góða hluti og að tryggja okkur líka að við séum ekki kortir í kosningar að ráða fólk inn í þennan flokk sem ekki þekki flokkinn, ekki veit hvað við snúumst og hvaða skilaboð við viljum senda frá okkur og að þekkir jafnvel ekki gildin okkar. Ég veit að við höfum haft mjög misjafna kosningastjóra í gegnum tíðina og við erum að tryggja svo verði ekki þegar við förum í næstu kosningar. Og vonandi verða ekki aðra kosningar fyrir 2021. Þannig að við getum haldið áfram að byggja upp flokkin, fá fleira fólk inn í grasrótinu okkar, halda utan stefnur okkar, gera fleiri stefnur, klára þær og vera með skýr skilaboð út í samfélagi hvað við stöndum fyrir. Það sem við ætlum líka að gera og vonandi verða þeir sem eru nýir í framkvæmdar að sammála því að við viljum halda og höfum rætt það við starfsfólk okkar og þingflokkin og kjörna fulltrúa í borginni og sveitarstjórnum að við viljum halda svona samráðsfundi mánaðarlega þar sem eru allir kjörni fulltrúar Pírata ásamt starfsfólki og svona að ræða málin, hvað er í gangi, hvað er framundan og þetta er bara eitthvað sem við þurfum til þess að allir séu svona sömu blaðsíðu og viti hvað er í gangi og líka til þess að við getum miðlað því til ykkar félagsmanna. Ætli ég sé búin að segja allt? Já, að lokum. Við erum búin að ákveða að aðalfundur verður haldinn 31. ágúst til 1. september þannig að þið getum öll sett það í dagatalið ykkar og ég er bara rosa spennt að vita hverjir koma í framkvæmdaráðið okkar. Það verður áhugavert að sitja í framkvæmdaráðið sem skipar 10 manns og sé miðað við hvað við erum búin að fá, en það er ótrúlegt að við vorum bara 6 og það er hefur eiginlega nánast ekki verið fundur þar sem einhver mætti ekki og það er kannski út af því að við vorum svo fá að við tókum þetta bara öll mjög alvarlega og það reyndu allir að mæta alltaf alveg saman hvað gekk á og ég vona svo verði áfram en þess að þetta er bara mjög mikilvægt að við gerum þetta saman og já, ég ætla bara að þakka fyrir mig. Ég hlakka til framtíðarinnar með ykkur. Já, Árni Steingrímur ætlaði að tala fyrir, já, hann bara útskýri sjálfur.
Gjaldkeri félagsins hringdi í mig eitthvað í kringum hátíð og bað mig að bera upp erindum breytingu á félagsgjöldum. Þetta svona standardliður venjulega í aðalfundum félaga. Hann bað mig að bera upp tillöguna að breyta félagsgjöldum í 1750 krónur fyrir árið en að þau væru áfram valfrjáls eins og hefur verið. Þannig að fundarstjóri, hvernig afgreiðum við þetta? Við leiðum bara ekki umræður þessi tillögum. Já, einhver vill taka pontu? Félagsgjaldapælingin alltaf svolítið erfið og við þurfum bara svolítið að ákveða held ég sem félag hvernig við viljum nálgast félagsgjöld og hvað við viljum fá út úr þeim og svona hver sé tilgangurinn þeirra. Og það eitthvað sem við þurfum svolítið bara, það rauninni tvær, eins og ég skil það, megin nálganir á félagsgjöld. Það annars vegar að þau séu svona tiltölulega há, en þau séu þá ekki valkvæð og þeim fylgir þá sluttur eins og kosningaréttur í félaginu og eitthvað sem eða þá þau séu mjög lág og valkvæð og við vonumst bara til þess að þessi flestir geti nennið að borga þau eða þannig. Ég ætla ekki að tala fyrir öðrum hvorum af þessum kostum, en það allavega til þess að íhuga að, ef það eru aðeins hærri þá upplifir kannski fólk að það sé, vilji fá eitthvað fyrir það sem það er að borga og þá kannski einhvern veginn duglegra að mæta og lítur kannski á það sem meira svona einhvern veginn virði í því að vera félagsmaður. Þannig að ég vildi allavega varpa þessari pælingu upp svona hvort að við værum vissum að við vildum hafa þeir lág og valkvæð, bara hvort að það væri örugglega það sem við vildum fá út úr þeim. En ég er ekki hérna til þess að tala fyrir eða gegn öðru hvora af þessu. Takk. Ástæðan fyrir lækkuninni reynsla. Núna, það var tekin ákvörðun í fyrra sem var reynda bara tekin í framkvæmdaráði að rukka ekki félagsgjöld fyrir árið. Seint á árinu þá var það ljóst að fjármál félagsins stóðu ekki eins vel eins og væntingar höfðu staðið til. Þess vegna var ákveðið að fara í svona sérstaka fjáröflun og ástæðan fyrir að þetta borið upp núna bara að heimtur á félagsgjaldinu 1750 krónur heppnuðust mjög vel í haust. Þannig að reynslan segir okkur að þetta sé betra heldur en það sem við vorum að gera. Þar með tillagan komin fyrir fundin. Afsakið að ég að koma aftur hérna, það eitt sem ég verð að fá að nefna í þessu samhengi og hefur brunnið svolítið á mér, ég var næstum búinn að gleyma því. Þegar við sendum út félagsgjöld á félaga, þá verðum við að tryggja að þau komi ekki fram eins og þau séu skyldugreiðsla. Það alveg, ég hef verið í kosningastjórn og ég hef verið í frambóði og þannig að ég sé aðeins sem fólk hefur samband við þegar það ósátt við Pírata og ég þurfti að svara fyrir það ótal sinnum að fólk ekki að skilja hvernig þetta valkvæðkrafa eða ekki að trúa því eða sér að það byrjað að safnast upp vextir að það fer ekki út strax á það hélt og bara mjög nervus yfir þessu og ég vil bara ekki að við séum að búa til þennan óróleika og rugling og ég veit alveg að það erfiðara ef að krafan í heimabankanum svona undir valkvætt það sem faldara og eitthvað, við verðum bara að éta það. Það bara, við getum ekki verið að senda svona misviti skilaboð til fólks og ég hvet okkur til þess að passa þetta hvernig sem við ákveðum að haga þessu. Ég ætlaði bara að spyrja alls það, það rétt sem að kemur fram því á Arisundru að það hefur samast vextir á valkvæðra greiðslu? Ég ekki nægilega inn í þessu til þess að svara fyrir það. Já, ég skal bara svara fyrir það voru mistök sem þegar það var senda út félagsgjaldagreiðslu, þá var allir misskilningur milli bankans og framkvæmdaráðstaða að það gerðist en það náttúrulega ekki, en það var bara fellt niður. Þannig að það það sem við verðum að vitna í. Fleiri sem vilja taka til máls þessi tillögum? Já. Kannski einn lítill punktur í sambandi við valkvæða greiðslu eða skyldugreiðslu og að greiðslunni fylgi einhver réttindi. Mér finnst að við ættum að halda áfram að hafa félagsgjöldin valkvæð vegna þess að við ættum ekki að hafa neina múra fyrir því að fólk séu fullir þáttakendur í starfinu hjá okkur. Við erum til dæmis á móti
veggjöldunum vegna þess að það sé flatt og leggist jafn á alla tekjuhópa og á þeirri forsendu þá finnst mér að við eigum ekki að hafna neinum réttindum í félaginu vegna þess að þeir get ekki borgað. Þórhildur Sunna, svo Lárus. Komið sæl. Ég er svo sem ekki með afgerandi afstöðu sem ég er samt að hinn hliðin á valkvæðu og skyldu ætti að fá að heyrast. Og það er, sko í fyrsta lagi þá er þetta bara mjög algengt að það séu meðlimagjöld, að það séu einhvers konar skráningagjöld eða meðlimagjöld í félögum. Þetta er bara alvanalegt. Og það er alveg hægt að gera undantekningar fyrir fólk sem hefur einhverju hluta vegna ekki efnaði að borga. Og það er kannski leiðilegt. Ég er með orðið núna, Sævar. Það er kannski leiðilegt fyrir fólk og það upplifir það kannski niðrandi að þurfa að sækja það og það er þá hin hliðin á þeim teningi. Að tala það að það getur verið eitthvað undanþágur eða eitthvað slíkt. En þetta er líka spurning sko, hvernig fólk álítur sína þáttöku í félaginu vera og hvernig þú upplifir það. Þannig að ef að þú til dæmis borgar meðlimagjöld og þess er vænst af þér, að þá kannski líka hugsa aðeins meira félagið sem þú gekkst í. Þú ert með einu svona að borga fyrir það, kannski ef þú viljir einmitt fá eitthvað fyrir peningi með því að taka þátt í því. Mér finnst alltaf að við skoðum þennan möguleika, þetta er alvanalegt. Það er bara langflest félag, þau hafa skyldugjöld. Ég skil alveg að fólk finnst einhvern veginn eitthvað svona paywall vera sko mismunandi, að vera mismunað fólki eftir efnahag. En ég meina að borga árlega 2-3 skall til að vera þáttakandi í stjórnmálahreyfingu, það er ekki mikið. Og við þurfum að halda starfinu gangandi, einhvern veginn. Þannig að því að það er bara búið að tala fyrir því að vera gegn því að hafa þetta skyldubundið, þá vildi ég allavega að koma þeim sjónarmiðum og framfæri sem eru það að þú veist að það er alveg til í dæminu að gera þetta. Og mér finnst alltaf að setja enga vexti á það sé engar sérstakar afleiðingar af því að fólk borgi ekki meðlimagjöldin sín, en að við sýnum fólki að við höfum væntingar að það leggja eitthvað til félagsins sem það er þátttakendur í. En ég er ekki að leggja til að fólk missi kosningarétt eða eitthvað slíkt. En reyndar myndi ég segja að þú skráður í Pírata í 5 ár og þú borgar aldrei meðlimagjöldin, þá finnst mér að mætti alveg skoða hvort þú sést virkur þáttakandi í félaginu, hvort það hefur áhuga á því að halda það í gangandi. Það er þetta að vera fjölleitt, það er hérna Lárus og Pétur og Ella og Helgi hérna. Já, ágæti félagar. Það er náttúrulega sem að ég kannski koma fram og það er kannski varðandi þetta hvort þetta ætti að vera skylduaðild eða frjálsaðild. Það sem að hefur gerst núna er það hjá öllum stjórnmálaflokkunum nema hjá 2. Það eru 2 stjórnmálaflokkar með skyldu sem eru með svona, það er Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn sem eru með það sem að fólk þarf að borga, þeir sem eru félagar. Allir hinir flokkarnir eru með frjálsa aðild. Þannig að við hættum bara að velta þessu fyrir okkur. Ég held að þetta hefur ekki, ég veit ekki hvernig innheimtan hefur gengið hjá öllum félagunum en síðan ættum við kannski að gera meiri því að biðja félagunum að styðja starfið og þeir sem að hafa fjármuni aflögu að leggja til. Það er eitt annað sem að ég kannski velti fyrir mér og það er hvers vegna við á þessum aukaaðafundi erum að fjalla um félagsgjaldið. Það eru 6 mánuði til næsta aðafundar og ég reikna með því eins og venjulega að það verði ákveðið líka árgjald eða árgjald fyrir félagið. Þannig að ég veit ekki alveg hvort að það sé til þess að bæta fjárhag félagsins eða flokksins eða hvort að það sé ykkur annar ástæða við það kannski. Ég veit ekki hvort að Árni geti svarað fyrir það. En ég spyr bara hvernig stendur á því að við erum að fara að ákveða þetta á þessum aukaaðafundi. Ég get svarað því ef þú vilt. Já. Þess að okkur langar að koma því og það verður reglulega send út félagsgjöld í mars. Okkar er þetta. Já, ég vildi bara segja það að það er líka kannski hvað við viljum út úr þessum gjöldum. Er þetta til að fá pening og ef þetta er til að fá pening þá held ég að það er bara að fá meiri pening ef þú ert með þetta valkvætt. Út af því að frekar heldur en hærra og að þarft að borga þetta. Þannig og manntíminn sem fer í það að svara fyrir
að þetta sé eða sé ekki, ef við teljum það í peningum, þá held ég að það fer strax í mínus. Svo þetta bara umgjörðin í kringum þetta að hafa undanþágur og svara þeim póstum, það fer líka í mínus. Þannig ég held að þetta í rauninni ekki það miklu peningar sem eru að koma inn. Þetta er mjög gott að fá þessa peninga inn og ég veit ekki að segja að leggja þetta niður, en ég held að það er ekki þess virði vinnan að hafa þetta eitthvað sem þarf að gera. Já. Erla. Daginn, herðu, varðandi hérna upphæð félagsgjalda, þá langar mér bara að koma þeim upplýsingum á framfæri að félagsgjöldin hjá okkur, eins og eru núna 3.500, eru lægstu félagsgjöld hjá íslensku stjórnmálaflokkum. Þannig að það sé á hreinu. Það er engin, sá sem er næstur okkur er með þau í 4.000, þannig að við erum þegar eins og staðinni núna með lægstu félagsgjöld íslenskra stjórnmálaflokka. Það er bara að koma þess að framfæri. Já, mér finnst þetta áhugaverð umræða, mér finnst það töff að við séum með lægsta gjaldið, en ég verð líka að segja, sko, ég á miklu auðveldara með að greiða 1750 kall heldur en 3500 kall. Bara, ég þarf ekki að hugsa um 1750 kall, þú veist, það er minna en hamborgarmáltíð, skilur. 3500 kall, ég þarf að pæla í því þá svona, leiðir fann að pæla í því þá er líklega til að fresta. Þannig ég held að við getum grætt á því að hafa það lægra. Gruna mig, ég hef ekki tölur til að bakka þetta upp. Hvað varðar hins vegar þetta með að hafa valkvætt, þá finnst mér, sko, það er alveg til rök fyrir því að hafa þetta skyldu. Mér finnst að vekja svolítið óþægilega spurningar í kringum hvað myndi þýða að þú borgar ekki. Ég meina, Þórhildur svona sagði að það myndi ekki hafa neina afleiðingar, ok, en þú veist, þá erum við bara að bögga fólk með að hafa þessa línu þannig í heimabankanum. Ég er þannig, ég er svona snirtipinni í fjármálum, ég vil ekki hafa neitt ógreidda reikning, ég vil bara að það sé tómt. Mér finnst mjög óþægilegt ef það er eitthvað sem að ég losna við í desember, þú veist, þetta er bara mjög óþægilegt. Og ég er svo heppinn að hafa nægar tekjur, þannig að ég borgi þetta bara og þannig díla við það. En ef ég ætti mína peningum þá færi þetta í töfuna, verulega reyndar í töfuna. En sem minnst aðalatriði vera sko að það sé á hreinu hvort þetta sé valkvætt eða ekki. Mér finnst að ef við erum með þetta valkvætt, þá þarf þetta að vera valkvætt í heimabankanum, finnst mér. Og það kostar okkur tekjur, þá bara verður svolítið að hafa það fyrir mitt leyti. Umræðan um það að gera þetta óvalkvætt finnst mér alveg allt í lagi að taka. Mér finnst ótímabært að ákveða fyrir mars persónulega, eitthvað sem mér finnst þá ættum að taka upp á næsta aðalfundi. Og mér finnst að við höfum ekki að hafa þess að gera þetta eins og það hefur verið gert hingað til að meðan þetta er valkvætt. Að meðan þetta er valkvætt þá finnst mér mikilvægt að í heimabankanum þá komið þetta valkvætt. Bara þannig að sé ekki vera að hrella fólk í fyrsta lagi, þannig að snirtipennar geti haft þetta tómt, það skuldi ekki neitt sko. En líka nefna bara einn möguleika sem krefst vísu smá þróunarvinnu, ekkert mikillar samt, sem er það að bjóða meðlimum upp á að stilla þetta hjá sér þegar þeir gangi í félagi. Og þá getur þeir sagt, ég vil greiða félagsgjöld og þá er það bara haki í félagatalinu, þessi vil greiða félagsgjöld og þeir fái sent svona kröfu sem fer ekkert fyrir borgarana og aðrir fengjur svona valkvætt. Þetta er einn tæknileg útfærsla sem gæti gefa okkur það besta að báðum heim. Þetta er mögulegt. Bara nefna það. En minnstu sem að, minnstu þurfa að ákveða allar breytingar og svona bara í seinna. Þetta þá ekki vera auðvitað að stilla þannig að þú gætir ákveður svo að gera það seinna, til dæmis þegar fjárhagurinn vænkast, eða þegar þú hefur allt inn áhuga að borga. Jú, og þetta er gert þá í kosningakeppninni. Allt kann maður greiðst fyrir þannig. En Sævar, alltaf, hvað var þau? Ástæðan fyrir því að það var valið á sínu tíma að hafa félagsgjöldin á öðrum tíma heldur en í marsmánuði vegna þess að í mars er venjulega fólk ennþá að ganga frá jólum og yndislegu öðru og erfiðara með að borga eitthvað. Síðan er annars. Þessi hugmynd sem ég heyrði hérna og ég kváði yfir hjá Þórhildi Sunnu. Sko, það getur verið brot á persónuverndarlögum að veita upplýsingar eigin fjármál til þess að einhverju félagsmenn geti metið það hvort að þú sett hæfi til að borga eða ekki. Þetta er bara ekki í lagi. Svoleiðis pæling er bara ekki rétt. Og ég get alveg lofað því, það verður fullt af fólki sem yfirgefur hreyfinguna ef þetta verður skylda. Það er enginn að leggja það. Nei, þessi hugmynd sem kom fram á það. Það er búið að, ég vil þá bara loka á frekar umræður. Þetta er alltaf umræður sem er skemmtilegt að taka upp á hverjum aðfundi.
Og það liggur hérna fyrir bara einn tillaga, tillaga og ekki komið þeir fram og ég ætla bara að leggja hann undir fundinn. Það er að segja að tillagan hljóðar upp á það að félagsgjöld verði 1750 krónur í staði fyrir 3500 núna og verði áfram valkvæm. Og ég bara tek undir þær athugasemdir sem hafa komið að framkvæmdaráð komið því fyrir þannig í praxís að það sé mjög skýrt að þessi valkvæm greiðsla. En sem sagt, ég ætla að leggja til hana fyrir fundinn að árgjaldi verði 1750 krónur og sé áfram valkvæmt. Og þessi múlið sammálaður verður bara rétt upp hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Þessi maður á móti. Til að hann skoðast samþykkt. Er hún samþykkt eða samþykkt í kosningakerfið samþykkt? Nei, samþykkt. Samþykkt, þetta er Þetta er frekar aðalfundur. Fyrir ekki að ég var að var mættur annar stað. Já, þú bara fylgist með á netinu. Það er æsispennandi. Eru fleiri önnur mál sem menn vilja ræða? Orðið er laust. Kosningu líkur klukkan 5 og þá mun Helgi Hrafn tilkynna úrslit, ekki satt? Jú. Ef ekki eru önnur mála þá ætlum ég að gera hlé á fundi til klukkan 17:00. Takk. Streymin alltaf áfram. Við þurfum víst að taka hljóðið þarna í pásunni. Já, heyrist í. Það er allt í lagi.